Starfsemi atvinnuráðgjafa á Íslandi hófst í kjölfar laga iðnráðgjöf sem sett voru á Alþingi árið 1981. Fyrsti iðnráðgjafinn var ráðinn til starfa á Austurlandi það haust og árið eftir tóku til starfa iðnráðgjafar í nær öllum landshlutum. Stærstur hluti þess fjár sem rennur til þessara starfsemi kemur frá sveitarfélagunum en Byggðastofnun leggur einnig fram fé til starfseminnar. Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra sinna ráðgjöf á sviði atvinnuþróunar, nýsköpunar og menningamála til einstaklinga, fyrirtækja og sveitarfélaga á svæðinu og aðstoða fyrirtæki og aðila sem hyggja á atvinnurekstur við að greina þörf sína fyrir frekari sérfræði aðstoð og veita upplýsingar hvar slíka aðstoð er að fá, jafnt innanlands sem utan. Hjá SSNVAF starfa 6 atvinnuráðgjafar í 5,5 starfi og við hittum þann sem er hvað yngstur í starfi. Mitt hlutverk er reyndar snýr aðalega markaðsmálum og kynningamálum, þannig að það er mitt hlutverk til að leita til mín og koma sér á framfæri og með minni hjálp. Og ég liðsinni með ýmsum mætti og bara það sem þarf. Svo enda hef ég líka verið að kenna hérna í farskólum, þannig ég er að kenna núna 4 kúrsa í farskólum fyrir okkar viðskiptavinni sem er hjá SSNVAF, meðal annars. Og hvað ert að kenna? Það er boðmiðlun í dag og markaðsáætlanir gerð. Svo er það markaðssetning og vörumerkjastjórnun, eða merkjastjórnun. Þetta er í gangi hjá mér þessa dagana. Það er mjög gott að staldra einmitt við þetta því að kannski upphaflega snerist þessi atvinnuráðgjöf mikið svona eða ráðgjöf við iðnaðinn. Er það ekki rétt munað hjá mig? Það getur vel verið. Ég kannast þetta við það að það hefur verið þannig hingað og þangað. Já, en þetta hefur þróast svo mikið. Já, nú áttu menn sig á því það væri kannski ástæðis að fá einhverja svona sem að kunna eitthvað í markaðsmálum. Norður og koma mönnum á framfæri hér því að það er kannski þar sem menn voru svolítið að stoppa. Hugmyndirnar vantar ekki og tækifærin eins og þú segir. Já, það er gnægð tækifæri hérna á svæðinu. En gaman að heyra. Það er það sem komið svo skemmtilega óvart. Já. En hvað er eiginlega forsenda? Hver er forsenda fyrir því að hægt sé að koma góðum hugmyndum á framfæri? Já, hérna áður fyrir þá þurfti alltaf mikið af peningum. Nú þarf miklu minna peningum. Þú þurft að vera útsjónarsamur, snjall og kunna þessar leiðir og vita hvernig þú getur snert þá sem vilt tala við. Og það er það sem ég er að gera á eftir. Þetta er galdurinn. Þetta er galdurinn, já. Og þú segir það þarf ekki eins mikið af peningum eins og þurfti. Hvað þarf í dag þá? Hvernig? Góðar hugmyndir og þú þarft að geta að nota samfélagsmiðlana og margir nota þá vel og þar nánar fyrst til að bera með. Draga sér viðskipti. Þá aflæðir tekna og þá getur hann tekið þar enn frekar til þess að láta einmitt starfsemina vaxa og dafna. Talar einmitt kannski töfraorði í dag, samfélagsmiðlana. Já. Það eru hvað, Facebookinn og? Þeir eru endalaust margir. Í fyrsta lagi búið til sín innvef, Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, Snapchat, við getum haldið það fram og þeir komu einhverju eftir. Já. Og nota þetta mjög markvisst. Er það sem þú kennir með fólki? Og kenna einmitt leitaðurlega bestum líka. Þannig að menn leitað einhverju, nú þarf ég að fá hestalegu í fljótum. Já. Hvernig fer ég að finna það? Og hvernig get ég komið minni hestalegu á framfæri? Já. Með allskins töfra aðferðum sem eru þá á vefnum. Já. Það er náttúrulega vefurinn sem er. Já, hann er aðalmálið. Hann er aðalmálið. Og það er svo spennandi einmitt að heyra að það er ekki akkurat fjármagni, þannig að núna eiga kannski góðar hugmyndir miklu greiðari aðgang. Miklu greiðari og þetta hefur verið að breytast mjög ört. Þetta hefur breyst kannski síðustu svona 10 árum hérna á Íslandi. Þetta hefur byrjað að breytast í kringum okkur, bæði í Evrópu og Ameríku fyrir 15 ára síðan. Við höfum oft verið svona 57 árum eftir umhverfinu okkar, en nú er það komið hingað og menn eru að njóta það og njóta þess. En hvað er nú til dæmis varðandi ungt fólk sem maður finnur það svo oft að ég bý hérna í Skagafirði, ungt fólk vill fá að búa hérna og hefur kannski ekki endilega, umræðan hefur verið svo að það hefur ekki verið hægt að koma tilbaka, það sé ekki nóg mikið að tækifærum allt þetta. En þú ert í raun og verið að segja tækifærin er alls staðar. Tækifærin til staðar. Maður þarf bara að kunna að hagnýta þau og láta þau vera svona með sér í liði og vinna út frá því. Tækifærin vantar ekki, þau eru hérna. Auðvitað sogar suðvesturhornið mjög fast og ég hef stundum haft ágjörði því það er svona ákveðið svona, við svona segja flótti suður, en hvað er fyrir suðurna sem er ekki hér? Og hér eru svo mörg önnur, bara gæði, bara í búsetu.
og komum við svo skemmtilega. Segðu frá aðeins, það er svo gaman að heyra þér. Nú ert þú Reykvíkingur í húð og hár og margar ættir aftur. Og svo kemur hérna og það er bara alveg glimt í augunum á þér og þú bara, vá, þetta er geggjað svæði. Segðu mér hvað er svo geggjað við þetta? Náttúran, þú náttúrulega, sko, ef þú býrð í Reykjavík í Hafnarfirði, Garðabæ, hvar á höfuðborgarsvæði Kópavogi, þá ertu ekkert svo nær í náttúrunni eins og ert hér. Ég bý við hérna á Blöndu. Ég heyri niðinn í Blöndu þegar ég fer að sofa á kvöldin og vakna þennan á mótnana. Jú, ég heyri æsíðunni í Reykjavík og það er ljúft, en hér hefur þetta svo nærri mér. Og hér er náttúrulega dýralífið mikið og náttúrulífið mjög mikið og fínt mannfélag og eftir hverju verður að sækjast á fyrir sunnan. Jú, það er meiri afþreying þar. Þú getur farið í leikhús þar, þú getur farið á tónleikana oftar og þú getur farið á kaffihús, en þau eru hérna líka og það er líka leikfélag hérna og það er líka tónlist hérna og myndlistin er að vaxa og dafna, þannig að þetta er allt til staðar bara að rækta betur við það. Atvinnuráðgjafarnir eru staðsettir á Hvammstanga, Blönduósi, Skagaströnd og Sauðárkróki. Hvernig er þetta nálgast ykkur? Það er nú sko beðfald, það er með tölvupósti eða við erum með vefsíðu eins og svo margir aðrir, ssnvaf.is og þar er að finna upplýsingar um okkur. Ég er með síma og hann slöknar 11:30 á næturnar. En það er ekkert mál að ná okkur hvort sem er með síma eða í tölvupósti eða með hverju sem er. Og er þetta dýr ráðgjöf? Hún er gjaldlaus fyrir þá sem myndir leita til okkur og búa á sveðinu. Það kostar ekkert að fá mig heimsókn.